Góð loftræsing skiptir sköpum fyrir loftgæði og heilnæmi á heimilinu. Samkvæmt almennum viðmiðum er æskilegt að endurnýja loft í vistarverum á 2 tíma fresti. Slæm loftræsing getur gert það að verkum að fólk upplifir þungt loft sem getur meðal annars valdið þreytu og einbeitingarleysi. Slæm loftræsing getur einnig ýtt undir aukin loftraka sem eykur líkur á rakavandamálum líkt og rakaþétting á speglum, rúðugleri í gluggum og á kuldabrúm. Viðvarandi rakaþétting innanhús geta síðan stuðlað að rakaskemmdum, en raki og rakaskemmdir í húsnæði er áhættu þáttur fyrir heilsu, samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnun. Það er því afar mikilvægt að setja loftræsingu í forgang ef þú vilt bæta loftgæði og almenna innivist í húsnæði. Við framkvæmdir og endurbætur er gott að gera einnig ráð fyrir loftræsingu til að byggja í haginn og forðast óþarfa aukakostnað síðar. Til eru 3 mismunandi loftræsingar aðferðir, en hver er sú hentuasta? Fyrsta og elsta loftræsingar aðferðin er sjálfdrag eða náttúruleg loftræsing. Sjálfdrag snýst að heitt og rakt loft stígur upp í gegnum stokka frá eldhúsi og votrýmum vegna skorsteins áhrifa. Þessi útsogsáhrif draga síðan fest loft inn opnanleg gluggafög eða loftventla í gluggum eða veggjum. Náttúruleg loftun er mikið háð veðri og vindi. Loftskipti geta ýmist orðið lítil sem engin þegar hlýtt er úti og vindhraði lítill. Á köldum og vindasumum dögum geta loftskipti orðið heldur mikil með köldum dragsúg frá gluggum og ventlum. Þessu fylgir einnig töluvert orkutap sem þarf að vega upp með hitakerfi hússins. Það er með öðrum orðum vandasamt að stjórna loftmagni og loftstreymi á heimilinu með þessum hætti. Þegar engin varmaendurvinnsla á sér stað, leiðir það gjarnan af sér hærri upphitunarkostnað. Náttúruleg loftun hleypur einnig inn ögnum, ryki og öðrum heilsuskaðlegum efnum þar sem engin síun á sér stað. Önnur loftræsingaraðferð sem hefur verið algeng á heimilum undanfarna áratugi er vélrænt útsogskerfi. Hefðbundin útgáfa af slíku kerfi samanstendur af vélrænu útsogi í votrýmum eða eldhúsi þar sem rakt mengað loft er dregið út með viftum eða blásurum. Þessi lausn er ákjósanlegri en náttúruleg loftræsing þar sem betri stjórn er á loftstreymi í húsnæðinu en aðferðin hefur samt sína ókosti. Með þessari aðferð getur myndast undirþrýstingur á heimilinu. Ósíað loft kemur eins og áður inn í gegnum opnanleg gluggafög eða loftventla í gluggum eða veggjum. Þegar kalt er í veðri þá getur þetta haft í för með sér kaldan dragsúg. Útsogskerfum fylgir því einnig töluvert orkutap þar sem heitu loft er stöðugt dælt út en í staðinn kemur einungis kalt loft. Algengt er að fólk loki gluggum eða ventlum til að forðast dragsúg sem veldur of lítilli loftræstingu á heimilinu og lélegum loftgæðum. Undirþrýstingur myndast sem getur leitt til þess að mengað loft fyrir að berast inn úr byggingarhlutum. Það getur verið erfitt að hafa stjórn á því hvaða leið loftið berst inn á heimilið. Loft velur alltaf auðveldustu leiðina og ef einhver sefur til dæmis með opinn glugga á nóttunni, kemur mestmegnið á loftinu þar inn sem rýrir loftskipti í öðrum herbergjum og rýmum í húsnæðinu. Ferskloftsventlar núorðið eru með innbyggða grófsíu sem síjar út stærri agnir. Þriðja og besta loftræsi aðferðin er jafnvægisstillt loftskiptakerfi með varma endurvinnslu. Þetta er ein algengasta loftræsi aðferðin í nýrri heimilum og tryggir gott inniloft í öllum rýmum. Jafnvægisstillt loftskiptakerfi dregur út rakt og mengað loft frá eldhúsi, baðherbergi og votrýmum á meðan fest síjað og tempra loft best inn í alrými og svefnherbergi í gegnum ventla í lofti og veggjum. Með balanseruðu loftræsti kerfi er hægt að stjórna bæði inn- og útblásturslofti og kerfið dregur úr orkutapi með varmaendurvinnslu. Það loftræsir rýmið með tempruðu lofti án þess að kæla rýmið niður. Varminn í notaða loftinu er færður yfir í ferska loftið með varmahjóli og þannig veittur inn á heimilið aftur án þess að blöndun á lofti eigi sér stað. Allt að 85% af hitanum í loftinu er endurunnin og þar af leiðandi felst umtalsverður orkusparnaður í varmaendurvinnslu. Síur í loftræsi samstæðunni fjarlægir stóran hluta óhreininda og óæskilegra agna úr útloftinu. Einnig er hægt að sporna betur við uppsöfnun agna vegna undirþrýstings sem tryggir betri heilsu bæði fyrir þig og heimilið. Algengt er að ráðist sé í stórar endurbætur eins og viðbótar einangrun, gluggaskipti, þéttingu og breytingar á klæðningu til að stuðla að betri orkunýtingu. Uppsetning á jafnvægisstiltu loftræsikerfi með varmaendurvinnslu samhliða eykur líkurnar á að markmiðið náist. Án loftskiptakerfis mun markmiðið ekki endilega nást. Þéttari byggingarhlutar spara vissulega orku en stuðla ekki endilega að betri innivist ef loftskipti eru lítil og raki á ekki undankomuleið út úr húsnæðinu. Jafnvel þótt húsnæðið sé vandað getur því skapast lélegt inniloft ef loftskiptakerfi er ekki til staðar, með uppsafnaðri lykt og ef til vill rakavandamálum.
Í framkvæmdum æskilegt að huga vel að góðri lausn á loftræsingu snemma. Þá geta hugsanlega stór útgjöld sparast vegna umbóta seinna meir. Með því að fjárfesta í góðri loftræsingu að hugað heilsunni og á sama tíma góð orkunýting tryggð.